Komið sæl og verið velkomin á fullveldishátíð Heiðarskóla. Ég heiti Ronja Rán Pálsdóttir og ég formaður nemendafélagsins þetta skólaárið. Fullveldishátíðin haldin árlega til að minnast þess að Ísland var fullvalda ríki 1. desember árið 1918. Skólastarfið hefur gengið vel þar sem af skólaári. Farið var í hinar árlegu haustferðir. Unglingastigið gekk Síldamannagöturnar yfir í Skorradal og gisti í skátaskólanum. Miðstigið ætlaði að ganga upp Snók en vegna veðurs féll svo ferð niður og nutu þau náttúrunnar í grenndi skólan. Yngsta stigið fór í vatnaskó og átti góða stund, léka sér og grillu. Markmið þessara ferða er að njóta náttúrunnar, þjappa nemendahópa saman og fá alla til að sigra sjálf sig. Ferðirnar gengu mjög vel. Fjöldagreinarleikarnir voru haldnir í upphafi skólaárs og fengum við að njóta styrkleika okkar. Haldið var upp á dag íslenska náttúru í Álfholtsskógi. Heiðarskóli er í samstarfi við Bendit Peak School í Kanada og á haustun komu nokkri nemendur og starfsmenn og tóku þátt í skólastarfinu með okkur. Nemendur gistu á heimilum í sveitinni og færu við móttöku fjölskyldum bestu þakkir fyrir að taka móti gestum. Á degi íslenska tungu fengum við rithöfundana Sævar Helga Bragason og Yfirún Þorgeirsdóttir í heimsókn. Þau töluðu á skemmtilegan hátt ímyndaraflið og töframátt bóka. Ýmislegt annað hefur drifið á daga okkar, svo sem morgunsöngur einu sinni í mánuði, lærdómur og góðar stundir okkar með vinum í skólanum, en látum þetta nægja á skólastarfinu. Í ár er barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 30 ára. Þessi útbreiddasti mannréttindasáttmáli heims hefur breytt ótal lífi barna til hins betra. Fyrir atriði kvöldsins er Hans og Greta og réttindi barna sem tengjast einmitt barnasáttmálanum. Nemendur fyrsta á Örðunbekk og elsti árangur á Skýjaborg sem hefur valið sér nafnið Fílahópur sjáum þetta atriði. Að því lokum munu nemendur í 8. til 10. bekk sína leikritið Öldin okkar. Þar er farið yfir á grafalvarlegan hátt grímsfaralda sem geisað hafa á Íslandi og afleiðingarnar sem þeir hafa haft. Við biðjum foreldra barna að hafa börnin sín hjá sér á meðan sýningu stendur og bendum á að leikstofan er opin fyrir þá sem vilja nýta sér barnagæslu. Ég vil biðja alla að gefa leikurinn gott hljóð. Gjörið þið svo vel. Ég er búinn. Hæ. Nú sýna 1. og 2. bekkur ævintýri Hans og Gretu. Ekki láta ykkur bregða ef óvæntir gestir kíkja á svið. Þetta er allt þaulauft.
Fyrir löngu í fjarlægu landi lágu systkinin hans og Gréta í rúmi sínu í litlum kofa úti í skógi. Þau heyrðu átal skógarmannsins, föður síns og konu hans. Konan sagði við mann sinn: við eigum ekki nógan mat að borða, er ekki best að þú losar okkur við börnin? Maðurinn sagði með trega að hann myndi taka þau með út í skóg daginn eftir og skilja þau eftir þar. Hans fór að gráta og spurði systur sína hvað þau gætu tekið til bragðs. Ekki hafa áhyggjur, sagði Gréta, við finnum einhver ráð. Daginn eftir fór skógarhöggsmaðurinn með börnin sín út í skóg. Áður en þau lögðu af stað færði hann þeim brauðleif. Þegar þau voru komin langt inn í skóginn sagði skógarhöggsmaðurinn þeim að bíða alveg kyrr þar til hann kæmi aftur að sækja þau. Nú er út okkur, sagði Hans. Nei, sagði Gréta. Ég sáldraði brauðmálm og stín svo getur rakið slóðinni heim. Það fór að dimma og ekki lét skógarhöggsmannsins sjá sig aftur. Börnin hugðust leita leiðinni heim en komast að því að fuglarnir höfðu borðað alla brauðmálana svo þau voru rammvillt. Þau gengu lengi um skóginn og voru bæði orðin þreytt og svöng. Allt í einu sáu þau glitta í stíg inn á milli trjánna og ákveðu að fylgja honum. Stígurinn leiddi þau að litlu húsi. Þak hússins var búið til úr súkkulaði, veggirnir úr piparkökum og allt húsið var skreytt sætindum. Hans og Gréta stóðust ekki máttinn og réðust á húsið, bítu í veggi og glugga og rífu sætindin af veggjunum. Skyndilega opnast hurðin með miklu ískur og út kemur kona sem spyr börnin hvort þau vilji ekki frekar koma inn að borða, þar sé nógur matur til. Hans og Gréta létu ekki segja sér það tvisvar og drífu sig inn. Þau trúðu ekki sínum eigin augum þegar þau sáu kræsingarnar á borðunum. Þau borðuðu og borðuðu þar til þau steinsofnuðu. Þegar Gréta vaknaði daginn eftir sá hún Hans bróður sinn hvergi. Nornin hafði læst hann inn í kofa og sagði Grétu að nú ætti að fita hann fyrir jólamatinn. Hans fekk rosalega mikinn mat að borða en þegar nornin ætlaði að gá hvort hann væri orðinn nógu feitur þá stakk hann alltaf örmjóu kjúklingabeini út gluggann og plataði þannig nornina. Svo leið og beið. Hans fitnaði og fitnaði en nornin hélt að ekkert gengi. Dag einn sagði hún Grétu að hita ofninn. Nú gæti hún ekki beðið lengur. Gréta þóttist ekkert kunna á ofninn og bað nornin að sýna sér hvernig ætti að kveikja eld. En nú víkur sögunni að Helli Grýlu þar sem hún satt með jólasveinum sínum að undirbúa jólahátíðina. Hvað ætli nornin systir mín sé að gera núna, sagði hún. Ég vona hún sé ekki búin að plata til sín krakkurum aftur. Hún sendi jólasveinana af stað til að athuga með hana. Þegar þeir komu með húsi nornarinnar sáu þeir strax hvað var í gangi. Þeir frelsuðu Hans og Grétu og vísuðu þeim leiðina til skógarhöggsmannsins sem þeir höfðu hitt á leiðinni. Þeir skömmuðu nornina og tóku hana með sér í Helli Grýlu. Það urðu þvílíkt fagnaðarfundir þegar Hans og Gréta hittu föður sinn aftur. Nei, heyriði mig nú, er þetta ekki bara bull? Við vitum að það má ekki fara svona illa með börn.
Við erum búin að vera að læra barnasáttmálann og þekkjum réttindi barna eins og við munum nú útskýra í stuttu myndbandi. Haraldur. Hvað? Ég er að taka það af mér. Réttindi barna. Hlusta á börn. Og öll fjölskyldan. Haraldur læknir. Fara í skóla og eiga fjölskyldu. Og hafa fjölskyldu. Vinir. Öll börn eiga rétt að leika sér. Leika. Og góða mat. Og öll börn eiga hafa fjölskyldu. Börn eiga rétt að leika sér. Og börn. Og það er líka fá hreinan mat og hreint vatn. Að vera ekki vondir börn og þetta ekki lemja börn. Og öll börn á að borða hollan mat. Leika við vinir sína heima hjá sér. Öll börn eiga að vera einstæk. Heilbrigðisþjónustu í stofu. Öll börn á rétt að nafni. Ekki fá meira börn. Hlusta á börn. Börn eru best. 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 Jæja, nú ætla ég að fá börnin í fílahóp hérna upp til mín og þau ætla að syngja með fyrsta og öðrum bekk lagið Jörð sem er eftir þá Sveinbjörn og Tryggva Baldvinsinni og þetta eru hluti af svokölluðum þúsaldarljóðum. Gjörið svo vel.
Góðir áhorfendur í sal og þið sem heima sitji, velkomin í skemmtiþáttinn Öldin okkar. Og hér eru uppáhalds þáttastjórnendurnir ykkar, Guð og Gokke. Nei, djók. Gunni og Felix. Nei, svona í alvöru. Nonni og Katla. Já, komiði sælir, áhorfendur góður og verið velkomin í skemmtiþáttinn Öldin okkar, þar sem saga fullveldisins lifnar við. Þú meina fullveldisins? Já, einmitt, þetta er bara eitthvað svo erfitt orð. Já, það er rétt. Þau eru nú nokkur í þessu blessaða tungumál okkar. En framöndan er stútfullu þáttur, ekki satt Katla? Jú, Nonni, hárrétt hjá þér. Í síðasta þætti erum við ótrúlega hressilega viðburði í sögunni, eins og frostaveturinn mikla, móðuharðitinn og spænskuveikina. No hablo español. Þessi er alltaf góður. Og ekki má gleyma því þegar við farum Kötlu gos. Óborganlegt. En í þessum þætti kveðum við annan og heldur alvarlegri tón. Já, mikið rétt. Á þessu sinni munum við gefa því gaum hvernig þjóðinni hefur dunnið hver skemmtikrafturinn og öðrum með tilheyrandi erfiðleikum. Já, mikið rétt, Nonni. Grín og glens ýmiskonar hefur herjað á hverja kynslóðu á fætur annari í gegnum tíðina og það er raun ótrúlegt hversu vel við sem þjóð höfum komist af þrátt fyrir endurtekna faraldra, grínista, söngvara og skemmtikrafta. Já, það er raun ótrúlegt og sýnir kannski betur en margt annað hversu þrautseig og harðgerð íslenska þjóðin er. Ég held að við ættum að klappa bara fyrir íslensku þjóðinni. En okkur er ekki til setjunar boðið. Við skulum nú rifja upp nokkur af þeim tímabilum sem Íslendingar hafa þurft að komast í gegnum. Og við byrjum á kaffi... Það er alltaf með mig. Kaffibrúsaköllunum. Óbúðsleg vandræði sem ég lendi í með konuna mínum dæmaður. Nú, hvað var það? Hún var að borða melónu. Já. Og allt í hennu kom hún ekki upp einu einasta orði. Og ég hringdi læknirinn. Í læknin? Já, ég sagði það. Nei, þú sagði læknirinn. Það var ekki að segja það, það var að segja læknin. Já, ég sagði það. Nei, það var ég sem sagði það. Það var ég sem hringdi. Það var ekki konan þín sem kom ekki upp einu einasta orði. Nei, en hvað sagði hann? Sagði hver? Nú, læknirinn. Sko, nú segði þú læknirinn. Aðeins er þetta að segja læknin. Er raskotan ekkert að marka þess að segir? Sleppum því. En hvað sagði hann þegar þú sagðir að konan hefði ekki komið upp einu einasta orði? Nú, hann bað mig um að lýsa þessu fyrir sér og svo sagði hann að hann hefði farið úr kjálkalið og þangað til hann kæmi að kipta í lag, kæmi hann ekki upp einu einasta orði. Og hvað gerðið þú? Gerði ég? Ég bað hann bara lítið inn eftir svona 23 vikur. Hann hefði ekkert alltaf mikið fyrir þessu. Heyrðu, fyrst ég er farin að tala um konuna, verði ég að segja þér, bara svona í trúnaði, að ég hef alveg óbóðslega þungar áhyggjur af konunum minni. Nú, hvers vegna? Hún heimtar að hafa hundana inn í svefnherberginu. 4 hunda. Það er svo sem allt lagi með flærnar að þeim, en pestin maður, þeir fara aldrei út úr húsi. Pestin er alveg að drepa mig. Af hverju opnar ekki bara glugga? Opna glugga? Já. Ertu alveg brjálaður og hleyp út öllum hænsnunum mínum? Mér er vesinn sem ég lendi í daginn maður. Nú? Fór til læknis og bað hann að ráðleggja mér eitthvað svo ég geti lokað með munninum og meðan ég svæfi. Ég sef nefnilega alltaf með opið munnin. Nú? Og hvað sagði hann? Hann sagði ég er að grenna mig. Að þú er að grenna þig? Já, hann sagði að vegna þess að ég væri svo feitur þá væri húðin svo strekkt á mér alltaf því ég lokaði á mér augunum þá opnaðist munnurinn minn. Sé? Sannarlega hræðilegt tímabil.
Kaffibrúsakallarnir herjuðu á þjóðinni fyrir hluta 8. áratugurins með alvarlegum afleiðingum. En með samhent átaki ríkis, sveitarfélaga og félagssamtaka tókst að koma í veg fyrir að þeir yrðu á faraldri. En ekki allir komust óskaddaðir í gegnum þetta tímabil. Ekki rétt, Bergur Bergsson? Jú, mikið rétt. Ég hef aldrei náð mig fullu eftir þetta tímabil. Ég sýktist nokkuð alvarlega og við kaffibrúsakallana algjörlega á heilan. Hvað segirðu? Hvernig lýsti það sér? Fyrst sinn var þetta nokkuð vægt og án vandra. Ég svona hendi fram tilvitnun niður hér og þar og oftar en ekki var hlegið. Eins og kaffistofan í vinnunni og svoleiðis, en það átti eftir að versna. Hvernig þá? Bara þannig átti að vera mjög erfitt með að taka þátt í nokkru umræðum án þess að reyna að slá mig með línufröðum. Það var í raun þannig að ég notaði nánast eingöngu orð frá svo bölvuðu körlum. Það er hræðilegt að heyra. Og hvað gerðist? Það endaði náttúrulega með því að ég missti vinnuna í Seðlabankanum. Börnin mín hætti að tala við mig. Vinnur yfirgáfu mig allir og endur gafst konan upp og fór frá mér. Það er svakalegt og hvernig brástu við því? Það var hræðilegt. Það eina sem mér datt í hug að segja, maður þarf ekki annan að tauta 1 eða 2 orð upp á svefnum og bara skilin. Kaffibrúsakallarnir? Já. Æ, en hvernig hefur þetta gengið að koma lífinu og rétta braut aftur? Ég tek 1 dag í einu og reyna með Guðs hjálp að halda mig frá öllu gríni. Það er bara ekkert auðvelt. Það er grín út allt. Það þarf að gera eitthvað í þessu. Bergur, takk fyrir að koma og deila sögu þig. En næst ætlum við að heyra lag sem braust út stuttu síðar og breyttist nokkur hratt út. Hér til að flytja lagið 2 úr tungunum er kominn Bergur Bergsson. Eins og ég segi, þetta er ekkert auðvelt. Við erum 2 úr tungunum og til í hvað sem er. Hundleiðar á hænsnunum og harðlífinu hér. Eftir 14 ár í forrinni okkur finnst við verðskulda að stinga af úr sveitinni og sjá höfuðborgina. Við erum útstæðar á ýmsu stöður, uppbyggnar og fræknótar, klofnar upp að herðablöðum, kálónar og kiðfætar, nær sínar og naflaslitnar, nefbrotnar í keng, vængjarnar og viðurbyltar, valkyrjur í spreng. Við ættum inn í augþytti og ultum til og frá, duttum inn á dansgólfið og djöfluðumst því á. Gunna systir gleymdi sig í geysihröðum ræl, rann svo beint á raskatið og sneri sig á hæl. Við erum útstæðar á ýmsu stöður, uppbyggnar og fræknótar, klofnar upp að herðablöðum, kálónar og kiðfætar, nær sínar og nýrnaslappar, nefbrotnar í keng, vængjarnar og viðurbyltar, valkyrjur í spreng. Vængjarnar og viðurbyltar, valkyrjur í einu spreng. Við biðjumst afsökunar á þessu. Eftir góðan árangur við að lágmarka skaðann af kaffibrúsakallanum snerist baráttan upp í forvarnir. Í nokkurn tíma skutu upp kollunum stakir grínistar og gamansöngarar sem náðu ekki sömu útbreiðslu. En þegar leið á 9. áratuginn blossaði upp nýr faraldur, jafnvel enn svæsnari en svo fyrri. Heilsubærið í Gervahverfi kom út og ekki var við neitt ráðið. Kíkjum á brot. Og hvað á barnið að heita? Þetta er gifting. Nú já, og hvernig giftingu vil ég fá? Bara venjulega. Og eru þið 2 saman? Já. Ó, og hvað á barnið þá að heita? Við erum ekki með neitt barn. Nú, gleymduðu barninu? Við eigum ekkert barn. Nú, hver á þá barnið? Hvaða barn? Nú, barnið sem á að skýra. Þú átt ekki að skýra neitt barn. Nú, hvað er þá að gera við það? Þú átti ekki að skýra neitt barn núna.
Nú, á okkur annar að gera það, eða hvað? Nei, þú átti ekki að skýra neitt barn hér. Nú, þið ætlaði að láta að gera einhver staðar, annar staðar. Við ætlum að láta að gefa okkur saman núna. Skilur, börnin koma seinna. Jú, kljóðan hvað koma þau? Ætlar að gefa okkur saman eða ekki? Já, hvort viljið? Að við gefur okkur saman. Já, og nafnum með leyfi? Haraldur Kristjánsson og Þuríður Adolfsdóttir. Og hvor ykkar er nú Haraldur? Nei, veistu, ég gefst þér. Ég bara hætti við það. Nú, ertu hættu við hana? Ætlar að skilja við hana? Hann má redda því. Þetta er eins og að vera viðstandi vitlaus að jarðarför. Nei, þetta er alveg óætlis jarðarför. Sko, þegar ég er búin með líkræðuna, búin að henda rekkunum og burðarmennir koma inn... Burðarmennir? Hvað meinaru? Burðarmennir hvað? Nú, ekki gengur líkið út hjálpalaust, er það? Óstutt. Hvaða lík? Lík? Nei, þið eru ekkert lík. Nei, við erum ekkert lík. Nei, það er alveg rétt hjá þér. Þið eru ekkert lík, vegna þess að líkið er í kistunni. Vil ég láta syngja yfir honum? Syngja hvað? Já, til dæmis, komdu og skoðaðu kistuna mína. Nei, veistu, ég kom inn á, Heyrðu, nei, bittu, það eru 2 erindi eftir. Í kössum og handriðum þar á ég nóg. Skilbilbóm. Ætlar að gifta okkur eða ekki? Hvort vil ég heldur? Að þú giftir okkur? Hverjum? Hverjum? Já, vil ég giftast einhverjum sérstökum? Jú, nú auðvitað hver öðru. Já, og hvort ykkar vill vera á undan? Undan hverjum? Þetta var góð spurning, ég er hrifin af henni. Komdu með henni aftur. Undan hverjum? Vil ég hafa skírnina á undan eða eftir? Það er ekki hægt að skýra fyrir við erum búin að gifta okkur og eignast börn. Nú, þið eigið ekki börn? Nei. Þá var eitthvað að hjá þér, Jóhannes. Haraldur, hefur þú farið í skoðun? Skoðun? Já, hefur þú látið kíkja á föðurlífið í þér? Föðurlífið? Já, ertu vissum að séu bæði gengið niður? Þú ert nú bara ekki eðlilegur. Jú, fullkomlega eðlur. Hefur bæði gengið niður á mér. Það er þú sem ert ekki eðlur, Jóhannes. Haraldur. Eðlilegur Haraldur. Ætlar að gifta okkur núna strax? Gifta? Já. Nú vil ég fá giftingu. Já. Af hverju sögðu þetta ekki strax? Svona drífa í þessu og skellja hana með ykkur. Gingangu, vastan, gingangu. Er gift. Bingo. Búið. Út með ykkur. Kistan. Ha? Kistan. Ó, já, ég skil. Heyrðu góða mín. Hvað? Hvað haldið að þið sé að gera eiginlega? Nei, þú sagði kistan. Ég var ekki að tala við ykkur. Ég var að kalla burðarmennunum að koma inn með kistuna. Kistuna! Sannarlega hræðilegt tímabil. Stór hluti almennings varð fyrir barðinu á heilsubælinu. Talið er að 2 af hverju 3 hafi vitnað í heilsubæli 10 sinnum á dag eða oftar með tilheyrandi vandræðum. Segja má að þjóðfélagi hafi verið nánast óstarhæft þann tíma sem heilsubæli gekk yfir. Heilsubæli nýtti sér nýja smitleið sem sjónvarpið vissulega var. Áður hafði útvarpið verið en helsta smitleiðin og til dæmis hafði hinn alrænda Spaugstofa laumað sér inn á hvert heimili með þáttum sem hétu í saklausa nafni Sama og þegið. Hér til flytja okkur hljóðdæmi eru komnir þeir Beggi og Siggi við vöruðu grínunu sem kemur hér á eftir. Sama og þegið. Heyrðu Beggi. Já. Þetta er búið spil. Nó, að hverja? Olsen. Ok. Heyrðu Beggi. Já. Hvar hefur þið verið? Bara inn í skápinn hérna á lögunum. Ok. Heyrðu Beggi. Já. Ég nenni ekki að standa í þessu lengur. Komdu það bara upp og þurrka að þér. Ok. Eins og séð hefur Grín og Glens tekið á sig ýmsar myndir í gegnum tíðina.
Það verður ekki síst gert yfirvöldum og ekki síður almenningi að greina fyrir og bregðast við því áður en það eru seina. Mikið rétt. Miklar breytingar á gríni hafa orðið frá einum faraldi til annars og í raun má segja að grínið hafi sýnt ótrúlega aðlögunarhæfni til að brjótast út óséð án þess að fólk geri sér grein fyrir að það sé að horfa eða hlusta á grín. Algjörlega ný tegund af spaugi kom fram seint á síðustu öld, rétt í þann mund sem þjóðin var að jafna sig eftir rúman áratug á spaugstofunni. Grínið braust út í formi radíusbræðra. Við skulum sjá skelfilegt dæmi um það. Fyrir nokkrum árum reið mikið heilsufarsæði yfir þjóðina. Sumir töluðu jafnvel heilsubyltingu. Allir sem vettlingi gátu valdið tóku upp heilbrigðari lifnaðarhætti, átu fitu og kólesterólsnauða fæðu og grauðguðu í sig trefjum. Þó talsvert hafi dregið úr þessu heilsufarsæði, eimir nokkuð á því enn og nú á dögunum varði Gunnlaugur Gunnlaugsson doktorsritgerð sína í næringarfræði og sagnfræði við Háskólann í Lausanne. Velkomin Gunnlaugur. Þakka þér. Næringarfræði og sagnfræði, þetta nú ekki algengt. Nei, þetta það nú ekki, en í þessari ritgerð sem þú minntist á, þá reki aðalega sögur trefjanistu Íslendinga í gegnum aldirnar. Nú já, og áttu víkingar trefjar? Já, þeir stunduðu náttúrulega kornrækt, en það kannski full mikið að þeir segja að þeir hafi étið trefjar. Eina ákveðna trefj áttu þeir þó í miklu magni. Eina trefj? Já. Já. Hafa fundist einhverja menjar neyslu þessara trefjar? Það nú kannski full mikið að segja menjar, en eina ákveðna menj var fundið þessa trefj. Ein menj? Já. Þú semst að segja mér að einhverjum fornminjum hafi fundist menj trefj? Já, ekki kannski fornminjum, en í einni fornminj fannst þessi menj trefj. Ein minj? Já, hún var grafin upp í Danmörku í fyrrasumar. Já, þú semst að segja mér að upp úr dönsku fenjónum hafi verið grafin menj af trefj? Já, ekki upp úr fenjónum, en það var grafin upp úr einni fenj, þessi menj trefj. Já, og í þessari menj, í þessari fenj, hafa komið í ljós að víkingar voru klyfjaðir af þessari trefj, eða hvað? Ekki klyfjaðir, nei, en það var fundist ein klyfj þessa trefj. Ein klyfj? Já. Já, þú semst að segja mér að úr danskri fenj hafi fundist klyfj? Já. Sem menj af trefj? Já, í grófum dráttum, já. Fyrirgefðu, en... Hvað hljóð þetta? Já, ég veit það ekki. Þetta líklega geimverur að gera árás á okkur. Hjálp. Við erum að verða brotnundir af geimverum. Já, hjálp. Geimverurnar nema okkur á brott. Þetta ekki léleg leið til að enda þetta skets. Eftir að radíusbræður komu fram á sjónarsviði þóttu augljóst að grínveran væri illvið ráðanleg. Stökkbreytingin sem hafði átt sér stað frá einu tiltölulega saklausu spaugstofu olli titringi og ótta meðal fræðimanna. Áður óþekktar aðferðir voru notaðir í baráttunni og með þeim tókst að vinna bug á útbreiðslu veirunnar. En þegar baráttan virtist unnin kom reiðarslagið. Grínið hefði tekið á sig enn eina myndina, mun ógeðfelldari en nokkru sinni fyrr. Mikið rétt Katla. Algjörlega nýtt afbrigði kom fram í formi fóstbræðra upp úr aldamótunum. Mikið skelfing greip sig með almennings og góðri afstæðu. Svartur húmor hafði hreiðrað sig á Íslandi. Við sjáum nú dæmi, en ég vil biðja viðkvæma að líta undan í þessu atriði. Jæja, þá erum við öll saman komin hérna systkinin. Og við vitum náttúrulega öll hvað liggur fyrir. Það vandamálið, hvað á að gera við afa. Já, ekki kallinn. Hann verður alltaf bara rugglar eftir að amma dó. Við erum í smá vanda núna. Það eru bara 2 leiðir færar. Annarkvort að einhver okkar taki hann að sér eða þá situr hann elli heimili. Já, mér líst bara illa að afi fari á einhverja stofnun. Getur þú tekið hann að þér? Nei, ég er í allt of lítilli íbúð. Stefán. Nú þú í stóru húsnæði. Já, ég bara svo lítið heima. Það enginn til að hugsa hann. Svo ég farið til Noregs í maí
og verð þar í allt sumar. En Guðrún, hvað með ykkur? Nei, þið þorið ekki vegna barnanna. Hann er bara orðið svo rugglegur eitthvað kallinn. Það myndi aldrei ganga. Sjálf erum við ekki tilbúin, sérstaklega eftir að Davíð veittist. Þá sé ekki annað inn í stuðinu en við verðum að setja hann á heimili. Já, mér líst bara illa á það. Það virðist vera eina leiðin sem er fær. Nei, ég gæti kannski verið með hugmynd sem gæti hendað okkur. Já. Hvað með? Við förum með hann eitthvað út á land og við skjótum hann. Kæru áhorfendur, af virðingu við þá sem þjáðust og að jafnvel enn sárt að binda, munum við ekki sýna endina á þessu atriði. Þættinum fyrir brátt að ljúka en það má taka það fram að þetta var aðeins brota alvarlegu grínfaraldrum sem gengið af yfir íslenska þjóð. Mikið rétt. Til dæmis tókum við ekki fyrir öll áramóta skaupin og fyrirgefuðu. Allt í lagi, kallið mín, þú ert ekki einn. Sínu verra að víða land eru grunnskólanemendur í sífellu að rifja upp og sýna valinatriði frá þessum gríntímabilim. En næsti þáttur, Kalla? Jú, Nonni, næsti þáttur verður öllu hressilegri þar sem við munum meðal annars fjalla hrunið og Panamaskjölin. Það verður nú eitthvað, en þangað til þökkum við fyrir okkur, verið þið sæl. En munið, grín er dauðans alvara. Takk fyrir þessi flottu atriði. Ég vil biðja fólk að klappa fyrir tækni, ljós og sviðsmönnum sem stóðu sem með prýði. Fyrir hönd nemendafélags Heiðarskóla þakka ykkur öllum fyrir stuðninginn, en eins og flestum við kunnt rennur aðgóðið í sýningunar í ferðasjóðan okkar til að gera okkur kleift að komast í skemmtilegar vorferðir. Takk innilega fyrir okkur. Jæja, nú er dagskóla lokið og vil ég biðja smá biðlund á meðan það er verið að rúlla borðum í salinn. Áður en þið getið farið og fengið ykkur vöfflur og svo heitt súkkulaði. Tilvalið er að kíkja á meðan á óskilja muni í andri skólans í fatahólf ykkar barna á listasýningu í listgreimarými eða í sjoppuna í félagsheimi unglinga. Ég vil minna á að börnum er velkomið að mæta í náttfötum á morgun í skólan. Kærar þakkir fyrir komuna og gjörið svo vel.